Komið sæl, vinir. Í dag langar mig að skoða hvers vegna styðja svo margir kristnir Ísrael. Ég ætlum ekki að hafa þetta langa predikun í dag en aðeins að skoða þetta með ykkur. Þetta er dálítið merkilegt því að það eru margir sem að spyrja mig út í þessa hluti og skilja hreinlega ekki, sem er kannski ekki von, hvernig stendur á þessu að þetta sé svona. Styðja kristnir Ísrael vegna stjórnmála eða vegna þess að þeir halda að Guð muni bölva þeim ef þau gera það ekki. Eins og þú munt sjá að þá er það bókstaflega það sem milljónir manna trúa. Og ég ætla að sýna þér meðal annars eitt öflugasta afl í bandarískum stjórnmálum sem varla nokkur skilur, kristna þjóðernishyggju. Og ég ætla líka að sýna þér hvernig nokkrar neðalmálsgreinar í Biblíunni breyttu því hvernig milljónir bandaríkjamanna kjósa og biðja og jafnvel berjast fyrir stríðsátökum. Og eitt af því sem þú munt sjá er hvernig ein ákveðin biblíuútgáfa frá árinu 1909 hún hafði áhrif á nútíma kristni og gæti hafa breytt utanríkisstefnu Bandaríkjanna til frambúðar. Svo við skulum vinda okkur í þetta. Þetta byrjaði allt með manni að nafni C.I. Scofield. Hann var lögfræðingur og stjórnmálamaður en snerist síðan til trúar og gerðist predikari. Og einhvern veginn var hann einn áhrifamesti guðfræðingurinn í sögu Bandaríkjanna. Og árið 1909 gaf hann út þetta sem kallast Scofield Study Bible. Og á yfirborðinu leit hún eins og hver önnur King James Biblía, en hún kom með neðalmálsgreinar, túlkanir í þúsundatali. Og Scofield hann bætti við eigin skýringum sínum á sömu síðu og ritningarnar í Biblíunni. Og þetta voru ekki bara gagnleg ráð eða skilgreiningar, þessar neðalmálsgreinar þar breyttu algjörlega því hvernig fólk las Biblíuna. Og Scofield hann kynnti til sögunar kerfi sem kallast ráðstöfunarhyggja eða dispensationalism, eða kannast þið það á enskunni. Og í grundvallaratriðum skipti hann sögunni í 7 tímabil eða ráðstafanir og hélti fram að Guð hefði 2 aðskildar áætlanir, eina áætlun fyrir kirkjuna og eina fyrir Ísrael. Og fyrir flesta lesendur á þessum tíma var það ný hugmynd. En í heimi Scofield var Ísrael ekki bara eitthvað úr fortíðinni. Ísrael var nú miðpunktur framtíðarinnar og spádómar í Gamla testamentinu sem augljóslega höfðu enn ekki fengið uppfyllingu áttu nú að rætast bókstaflega á þjóðinni Ísrael. Þannig að nú fóru hlutirnar að verða pólitískir. Og það er eitt vers sem Scofield lagði áherslu á úr 1. Mósebók 12. kafla 3. vers og það er svona eins konar hornsteinn kristilegs síónisma, já. Að það segir: ég mun blessa þá sem þið blessa en bölva þeir sem þér formælir og af þér skulu allar ættkvíslir jarðarinnar blessun hljóta. Og þetta var túlkað með bókstaflegum hætti þannig að það sem við höfum þjóð sem heitir Ísrael, að ef þú blessar þessa þjóð, þá mun Guð blessa þig. En ef þú bölvar Ísrael, mun Guð bölva þér. Þetta fyrirheit var gefið Abraham, ættföður Ísraelsmanna, og því ætti þetta, samkvæmt skýringum hans, að eiga við afkomendur hans, afkomendur Abrahams, Ísaks og Jakobs, sem er náttúrulega þjóðin Ísrael. Þannig var það að samkvæmt hans túlkun þá var þetta algjört og skilyrðislaust boðorð að okkur ber undir öllum kringumstæðum að blessa þjóðina Ísrael. Og ef þú vilt að Guð blessi þig og þína þjóð, þá skaltu blessa Ísrael. Og ef þú vilt það ekki, þá gangi þér vel. Og þessi hugmynd fór eins og eldur í sinu og ekki vegna þess að Scofield hafi verið að þvinga fram þessar skoðanir, heldur vegna þess að hún festist í trú og innviði milljóna manna.
Biblía hans var mjög vinsæl, sérstaklega í biblíuskólum, á vakningasamkomum og í kirkjum suður- og miðvesturhluta Ameríku. Fyrir marga kristna var Biblían ekki bara andleg bók lengur, hún var pólitískur vegvísir. Og þannig öðlast þessi skilningur vinsældir og verður virkilega áberandi. Scofield Biblían breytti í raun ekki Biblíunni eða ritningunni. Hún breytti því hvernig fólk las hana og með því gerði hún stuðning við Ísraelsríki eins og trúarlega skyldu kristinna manna. Og þess vegna sér það fólk eins og Ted Cruz og Tucker Carlson núna 18. júní síðastliðinn að það sem hann segir: ég fór í öldingadeildina með þá hugmynd að vera helsti talsmaður Ísraels. Og hann segir einnig: okkur boðið að styðja Ísrael, segir hann í þessu viðtali. Hugsið ykkur þetta. Hann fór ekki inn með það fyrir augum að leiða gott af sér fyrir sína þjóð. Hann fór ekki inn til að fólk hans hefði það betra í hans landi. Hann fór ekki inn til að takast á við vandamál í sínu heimalandi. Hann fór inn til að styðja Ísrael. Og það skiptir engu máli hvaða stefnu Ísrael hefur. Það skiptir ekki máli hvort sú stefna sé rétt eða röng, jafnvel þó að Ísrael brjóti alþjóðalög, fremji ódæðisverk og myrði konur og börn sem ekkert hafa til saka unnið. Jafnvel þó þeir sprengi sjúkrahús og ráðist á fólk sem aðeins að sækja sér mat til hjálparstofnana. Nei, það skiptir ekki máli í þeirra huga, því þetta er Ísrael, fólk Guðs, sem okkur ber að blessa, svo Guð blessi okkur. Og hér er annað. Það er fullt af sögusögnum á netinu sem segja að Scofield hafi verið leynilega fjármagnaður af síóniskum bankamönnum, Rothschild fjölskyldunni. Það er að vísu ekkert gott að sanna það, en það er áhugavert engu að síður. Það væri betra ef það hefði verið haldbæra sannanir. En þetta verður áhugaverðara þegar við skoðum hver það er sem veitti Scofield innblástur af sinni hugmyndafræði. Það er maður sem hét John Nelson Darby. Darby var upprunalegi arkitektinn að þessari ráðstöfunarkenningu og bakgrunnur hans, hún er hreint út sagt hryllileg. Fjölskylda Darby átti kastala á Írlandi sem kallast Leap Castle og sagt var að þessi kastali væri sá draugalegast í heiminum og talið er að 150 lík hafi fundist í kjallaranum og vitni fullyrtu að þar hefði verið framkvæmdir djöfulegir helgisiðir og miðilsfundir af ættingja hans, Mildred Darby, sem var rithöfundur sem skrifaði djöfulegt afl sem hún kallaði frumefnið. Og þannig má álykta að þó Scofield hafi verið að kynna þessa framtíðarmiðuðu Ísraels þráhyggju sína, þá var það ekki bara guðfræði. Það gæti hafa verið djúp, dökk, andleg áhrif á bakvið þetta allt. En þetta eru nú bara vangaveltur sem eru nú engu að síður byggðar á sögulegum staðreyndum. Og sjáðu nú þetta, að þegar Scofield gaf út Biblíuna sína árið 1909, að þá var Ísrael ekki einu sinni til, en aðeins 8 árum síðar gerðist eitthvað merkilegt. Breska ríkisstjórnin gaf út Balfour-yfirlýsinguna, formlega yfirlýsingu sem studdi stofnun þjóðarríkis fyrir gyðinga í Palestínu. Þetta var ekki bara pólitísk aðgerð. Hún var undir miklur áhrifum frá kristnum síónistum innan bresku yfirstéttarinnar og þar á meðal Lord Arthur Balfour sjálfum sem hafði svipaða trú og Scofield. Nú það sem er enn forvitnilegra er að bréfið var stílað á Lord Walter Rothschild. Bókstaflega á forsíðu bréfsins stendur kæri Lord Rothschild. Svo augljóslega er hann lykilmaður í síónistarhreyfingunni og þetta kyndir undir alls konar kenningar samvinnu yfirstéttarinnar milli sósíalista, fjármálaafla,
síonista, fjármálaafla og vestrænna stjórnvalda. En þetta gerðist líka í fyrri heimsstyrjöldinni þegar Bretland reyndi að tryggja sér áhrif í Mið-Austurlöndum á meðan Ottómanveldið eða Tyrkjaveldið var að hrynja. Og sumir halda því fram að þessi yfirlýsing hafi verið hluti af eins konar andlegri krossferð, hluti af refskák heimsveldis. Því snemma á 20. öld var stóra Bretland að horfa virt á hrun Ottómanveldisins og reyna að spá í og koma sér fyrir í Mið-Austurlöndum. Og það var það sem þeir enduðu á að gera með því sem að kallast Sykes-Picot samkomulagi eftir það. Þannig var Palestína talin hernaðarlega, efnahagslega og trúarlega mikilvæg. Og þannig vildu þeir efla stuðning sinn við að endurreisa ríki gyðinga. Ekki með þeirra hagsmuni í huga. Það var ekki það sem ég voru að hugsa. Heldur í samræmi við hagsmuni Breta með því að skapa vestrænt varnarsvæði þarna á svæðinu í Mið-Austurlöndum. Þannig voru margir breskir stjórnmálamenn og fræðimenn samúðafullir með málstað síonista og þar á meðal Lord Arthur Bell fyrir Rothschild fjölskylduna. En málið að stuðningurinn var ekki alltaf trúalegur, hann var oft knúinn áfram af pólitískum hagsmunum. Þeir sáu gyðinga fyrir sér sem hugsanlega trygga þjóð á mikilvægu svæði, á óstöðugu svæði, sem stóð frammi fyrir hruni eftir margra alda veldistíma. Þeir vonuðust því til að hafa til stuðnings bandaríska mótmælendur við síonisma, sem áhrifavaldur í landfræðilegum stjórnmálum og birtu Biblíu Scofields víða og litu líklega á þetta sem mjúka valdbeitingu sem hafði áhrif á skoðanir Bandaríkjamanna með guðfræðilegum leiðum. Þess vegna kom Biblía Scofields út árið 1909 og síðan Balfour yfirlýsingin árið 1917. Mjög merkileg tímasetning. Á þessum tímapunkti var síonismi að ná vinsældum meðal breskra stjórnmálamanna og menntamanna sem kynntu síonista sinnaða guðfræðilega skoðun meðal Bandaríkjamanna. Og þeir héldu að þetta myndi hjálpa til við að efla grasrót kristileg stuðnings við komandi aðgerðir Breta í Palestínu. Og hvers vegna skyldi standa á því að Oxford University Press, sem að gaf út þessa Biblíu, gæti þessi prentmiði að hafa pólitískar eða hugmyndafræðilega hvatir á bak við það að prentana, ekki bara viðskiptalegar. Þið hugsið út í það, breskur útgefandi prentar Biblíu sem hvetur til skilyrðislaus stuðnings við að gyðingar snúi aftur til Palestínu á þeim tíma þegar að Bretland er að búa sig undir að taka stjórn á þessu svæði. Og 8 árum áður styður opinberlega síonisma í gegnum Balfour yfirlýsinguna. Þannig annaðhvort þetta ein arðbærasta tilviljun í útgáfusögunni eða hluti af stærra mynstri hugmyndafræðilegar og heimsvaldasamstöðu. Það næstum því eins og spádómar væri að fá stefnumótandi stuðning. Og þessi tímasetning hér er einfaldlega of skrítin fyrir marga að hunsa hana. Spáði Scofield Biblían því að gyðingar myndi snúa aftur til Palestínu á þeim tíma þegar það hljómaði algjörlega fáránlegt og síðan innan áratugar fóru stórveldi heimsins að leggja grunninn að því að gera þetta veruleika. Og þess vegna segja sumir að Biblían hefði ekki bara spáð fyrir söguna heldur mótað hana. Og það með þeim hætti að spádómarnir eru túlkaðir á þann hátt að gyðingar þurfi að snúa aftur til landsins helga, að Ísraels þjóðin myndi rísa upp á ný, að 3. musterið yrði endurreist. Fyrir flesta virtist þetta vera algjörlega fáránlegt á þeim tíma. En eftir síðari heimsstyrjöld breyttist allt. Helförin hneykslaði allan heiminn
og samúð með gyðingum var allsráðandi. Nú síðan það árið 1948 sem Ísrael var opinberlega lýst sem þjóð og fyrir evangeliska sem alist höfðu upp við Scofield-biblíuna var þetta ekki bara saga, heldur spádómur sem rættist. Kristin þjóðernishyggja spratt upp eftir síðari heimsstyrjöldina. Áhrifin á kynslóðurnar voru gríðarleg. Trúarfræðsla byrjaði að móta utanríkisstefnu Bandaríkjanna. Börnum var kennt að Bandaríkin hefðu guðlega skyldu til að verja Ísrael eða standa frammi fyrir guðlegri refsingu. Það eru tilvitnanir í biblíuna, ég tók hérna 2 sem að helst eru kannski eitt af því sem stutt við þegar að færa rök fyrir þessari skoðun, eins og í Hebreabréfinu 11:16 þar sem segir: en nú þráðu þeir betri ættjörð, það er að segja himneska. Þess vegna blygðast Guð sín ekki fyrir þá að kallast Guð þeirra því að borg bjó hann þeim. Og þeir vitna líka gjarnan í Opinberunarbókina 2:9 þar sem segir: ég þekki þrengingu þína á fátækt, en þú ert samt auðugur. Ég veit hvernig þú ert hrakurtur af þeim sem segja sjálf sig vera gyðinga en eru það ekki, heldur samkunda Satans. Og það eru fleiri textar eins og þessir sem eru rántúlkaðir og teknir úr samhengi og þvingaðir til að segja eitthvað sem þeim var aldrei ætlað, eins og að Guð hefði einhverja sérstaka áætlun með ríki Ísraels í Miðausturlöndum. Þannig styðja kristnir þjóðernissinnar eitthvað sem þeir í raun skilja ekki til fulls. En síðan kom kaldastríðið og Bandaríkin þurftu bandamenn í Miðausturlöndum og Ísrael, lýðræðislegt vestrænt ríki, uppfyllti þá kröfu. Þannig fóru forsetar að nota hugtök eins og gyðing kristin gildi og á Guð við treystum, og Ísrael var meira en bara eitthvað land. Það var það tækifæri til að ná pólitískum áhrifum. Og árið 1967 hófst 60 daga stríðið Ísraelshers og þeir sigruðu og kirkjur ræddu það eins og það væri kraftaverk. Metsölu bækur eins og The Late Great Planet Earth tengdu hverja frétta fyrirsögnina við spádóma biblíunar og skyndilega hefðu kristnir menn ekki bara áhuga á Ísrael, þeir voru helteknir af Ísrael. Og á 9. áratugnum var þessi árátta pólitísk. Sjónvarpstrúboðar eins og Jerry Falwell og Pat Robertson, þeir voru ekki bara að predika hjálpræði, þeir voru að predika utanríkisstefnu. Og þannig breyttu Ísraelssinnaðir kristnir stjórnmála umræðunni í Bandaríkjunum. Evangelískir menn fóru að líta á Ísrael sem tímamæli Guðs. Litið var á allt sem gerist í Ísrael sem hluta af niðurtalningunni að endurkomu Jesú Krists. Það er hægt að lesa þetta mikið á netinu, svo í Wikipedia, til dæmis þessa bók sem kom þarna út. Bókin The Late Great Planet Earth fjallar ráðstöfunarkenninguna fyrir 1000 aldar tímabili. Þannig bar hún saman spádómabiblíunnar endalok við atburði þáverandi tíma í tilraun til að spá fyrir framtíðasvið sem leiða til burthrifningu trúaðra fyrir þrenginguna miklu og endurkomu Jesú til að stofna 1000 ára ríki sitt á jörðinni. Lindsay lagði áherslu á ýmsa kafla í Daníelsbók, Esekiel og Opinberunarbókinni og lagði upphaflega til möguleikann á að þessir tímamóta viðburðir gætu átt sér stað á 9. áratugnum, sem hann túlkaði sem eina kynslóð frá stofnun nútíma Ísraels árið 1948, sem stór viðburður samkvæmt sumum íhaldssömum evangelískum skólum í eskatologískri hugsun. Þetta segir á Wikipedia. Þannig gengur þetta út á þessar hugmyndir að trúaðir verði hrifnir burt fyrir þrengingatíman og að 1000 ára ríki verði hér á jörðinni, sem við höfum margoft sýnt fram á alröng túlkun á spádómi biblíunnar.
En ég ætla nú ekkert að fara út í það núna, við erum búin að fjalla þetta ítrykkað og Steini að fjalla endurkomu Jesú og þannig ég vildi bara benda ykkur á þetta atriði. Og hér kjarninn, þetta trúarkerfi var ekki knúið áfram af gyðingum, heldur af kristnum mönnum. Kristnir þjóðernissinnar eru gríðarlega stór þrýstihópur og þess vegna hlusta stjórnmálamenn á þá. Og þess vegna þrýst á stjórnmálamenn og fjármagnaðar ferðir til Ísraels fyrir bandaríska stjórnmálamenn. Og evangelískir leiðtogar eins og John Haig, held ég að sé borið fram, John Haig, segir hluti eins og þegar Bandaríkin snúa baki við Ísrael, þá snýr Guð baki við Bandaríkjunum. Rosaleg yfirlýsing. Nú ef þú heyrir þetta á hverjum degi, byrjaði í sunnudagsskólanum þegar þú varst lítill krakki, þá mun það hafa áhrif á þig. Og þess vegna leggja forseta frambjóðendur sig fram að sanna hversu Ísraels sinnaðir þeir eru. Þetta snýst ekki gyðingakjósendur, það snýst kristna kjósendur. Því hér stærðfræðin, evangelískir kristnir eru 25-30% af íbúum Bandaríkjanna, en gyðingar eru kannski rétt 2%. Þannig að ef þú ert stjórnmálamaður, sérstaklega í rauðu fylki eða sveitafylki, hverjum hefur það mest áhyggjur af að ná til? Kristnir þjóðernissinnar eru ekki bara hluti af Ísraels þrýstihópnum, þeir eru í raun Ísraels þrýstihópurinn. Og hollusta þeirra snýst ekki að flokki heldur að spádómum. Og þetta það sem gerir kristnu þjóðernishreyfinguna svo öfluga og einstaka. Þetta snýst ekki rökfræði, það snýst ekki eins og landfræðileg stjórnmál. Þetta snýst örlög byggt á rangtúlkun Biblíunnar. Og þetta leiðir okkur að óþægilegum hlutum. Kristin þjóðernishyggja styður oft harðlínustefnu Ísraels og það jafnvel margir ísraelski gyðingar, jafnvel þeir eru á móti því. Þeir styðja útvíkkun landnemabyggða, þeir styðja algjöra stjórn Ísraelsmanna á Jerúsalem og þeir eru jafnvel á móti friðarviðræðum. Þeir telja að endaloka tíminn krefjist átaka í heilögu landi. Þetta trúarkerfi sem ekki bara pólitískt, heldur byggt á heimsendaspám. Og hér verða hlutirnir sérstaklega umdeildir. Í bók sinni The Israel Lobby and US Foreign Policy halda höfundarnir John Mearsheimer og Stephen Walt því fram að stuðningur Ísraels, sérstaklega frá kristnum þjóðernissinnum og íhaldsmönnum, hafi gegnt lykilhlutverki að draga Bandaríkin inn í Íraksstríðið. Hugsið um það. Paul Wolfowitz og Douglas Faith, Richard Pearl, þeir voru allir lykilhönnuðir stríðsins. Allir höfðu tengsluð samtök sem studdu Ísrael og þrýstu allir hart á stjórnarskipti í Írak. Jafnvel þótt Írak hafði engin gereyðingavopn og engin tengsl við 11. september. Og árið 2002 bar Benjamin Netanyahu vitni fyrir þinginu og sagði: ef þið takið stjórn Saddams þá get ég fullvissað ykkur að það mun hafa gríðarlega jákvæð áhrif á svæðið. En var það raunin? Og það sem það gerði var að gera svæðið óstöðugt, drepa 100.000 manna og kynda undir kynslóð hryðjuverka. Samt sem áður studdu margir kristnir þjóðernissinnaðir þetta stríð, vegna þess að þeir trúðu að það væri hluti af guðlegri áætlun. Sama regla notuð með Íran í dag. Jafnvel þegar bandaríska leyniþjónustan komst að því að Íran hefði stöðvað kjarnorkuvopna áætlun sína, héldu kristnir þjóðernissinnar og hópar eins og IPAC, held ég að sé borið fram,
áfram að þrýsta á að viðskipta þvinganir og hernaðar aðgerðir og nú fengu þeir ósk sína uppfyllta. Stjórnmála samskipti eru ekki í boði og þegar lagt til að tala við Íran af skynsemi þá strax ráðist gegn því af Ísraelsinnuðum röddum í Washington. Og talandi þetta AIPAC. AIPAC er ein öflugasti þrýstihópur bandarískra stjórnmála og þeir eyða $milljónum í að hafa áhrif á þingið, móta stefnu og styðja frambjóðendur. Og það merkilega við AIPAC er að þeir eru ekki skráðir sem erlendur fulltrúi þrátt fyrir að það sé í lögum Bandaríkjanna að þeir skuli skrá sig sem slík samtök. Á baku tjöldin vinna þau náið með ísraelskum diplómatum og ýta undir ísraelsk málefni og tryggja að þingið sé í samræmi við hagsmuni Ísraels. Fyrrverandi þingmaður sagði eitt sinn: við getum treyst því að vel yfir helmingur fulltrúadeildarinnar, eins og 250-300 þingmenn, geri sjálfkrafa hvað sem AIPAC vill. Látum það síast inn. Og samt vegna þess að AIPAC er meðhöndlað sem innlandssamtök sleppur það við gagnsæi og hvers kyns eftirlit. Og aðrir erlendir þrýstihópar myndu mæta mikilli andstöðu ef það væri í þessari stöðu. En svona virkar vélin. Guðfræði verður að stjórnmálum, stjórnmál verða að stefnu og stefna að stríði. Og á bak við allt saman trúarkerfi sem hófst með einu manni, einni biblíuútgáfu og nokkrum vel staðsettum neðamálsgreinum. Hvar skilur þetta okkur þá eftir? Hér er kaldhæðnin í þessu að margir kristnir þjóðernissinnaðir sem styðja Ísrael, þeir styðja það ekki vegna þess að þeim sé umhugað gyðinga, heldur vegna þess að þeir trúa því að gyðingar gegni lykilhlutverki á lokatímanum. Þannig þeirra sýn endurbyggja gyðingamusterið, heyja lokastríðið og já, á lokum snúast þetta trúar eða farast. Og fyrir mér hljómar það ekki sem stuðningur, heldur einhvers konar misnotkun. Og margir eru farnir að snúa sig frá þessum skilningi og sumir spyrja hvort stuðningur við hvaða þjóð sem er, sama hvernig hún haga sér, sé raun í anda Krists. Aðrir benda á mannúðar sjónarmið eins og þjáningar Palestínumanna og siðfræði endalaus stríðs. En arfleifð Scofields er enn til staðar. Hann breytti nú reyndar ekki Biblíunni sjálfri, hann breytti því hvernig fólk lesa hana. Og með því að gera það hjálpaði hann til að skapa eina áhrifamestu trúarhreyfingu í nútímasögu Bandaríkjanna og heimsins alls. Svo næst þegar þú veltir fyrir þér hvers vegna bandaríski stjórnmálamenn eru svona fúsir til að styðja Ísrael, mundi að það snýst ekki alltaf olíu eða stefnu eða lýðræði eða jafnvel auðæfi. Stundum er það bara vegna þess að einhver las neðamálsgreinar í Biblíu Scofields. Og núna er önnur hlið á þessu þar sem við getum verið að velta fyrir okkur, því það eru margar ósvaraðar spurningar í þessu öllu saman. En hvers vegna var það að Oxford Publishing House sem gaf út þessa Biblíu? Hvað var það til þess að fá þessa pressmiðu til að ýta þessari bók svona áfram og dreifa þessari Biblíu svona víða? Og hvað hvatti bandaríska kristna predikara til að taka upp þessa Biblíu og taka hana eins og þeir gerðu? Og hvernig stóð því að svo auðvelt var að fá fólk til að taka við þessari hugmynd? Og kannski eru einhverjir sem myndu gagnrýna mig fyrir það sem ég er að segja hér í dag og segja að ég sé einhvers konar gyðingahatari, sem ég er alls ekki. Ég er ekki eins og að gagnrýna gyðinga. Ég er að gagnrýna þessa kristnu menn. Að það eru milljónir kristinna manna sem eru eins og blindir þrælar og samþykkja allt sem kemur frá Ísrael, alveg sama hvað það er. Þeir komast upp með að brjóta alþjóðalög og þjóðernishreinsanir og enginn þorir að andmæla þeim, því að þú verður að blessa Ísrael.
Þetta er ekkert annað en blind trúrækni, heilaþotur, þar sem kristnir menn láta hrífast og hrífa sig af öllu sem kemur frá Ísrael, sama hvað það er. Við þurfum að vera meðvituð þetta. Ellen G. White segir í deilinu miklu á blaðsíðu 405 og 6: Fyrir atbeina spiritismans birtist Satan sem hollvættur mannkisins, græðari sjúkra og boðberi nýs og göfugra trúakerfis. Sjáðu það? Satan fær menn til að halda að þeir hafi fundið upp eitthvað göfugra trúakerfi. Þannig að þeir gerir sér ekki sinni grein fyrir því sjálfur að það er frá djöflinu. Og hún heldur áfram að segir: En jafnframt er hann önnum kafinn við tortímingar iðju sína, freistingar hans leiða mú og margmenni í glötun. Satan leikur á alls oddi þegar styrjaldir geisa, því að þær vekja upp hinar verstu ástríður sálarinnar og sópa síðan inn í eilíðina fórnardýrum sínum, sem gagntekin eru ílsku og blóðþorsta. Það er markmið hans að æsa þjóðir til styrjalda, hverja gegn annari, því þannig getur hann beitt hugum fólks frá undirbúningi þess að standast á degi Guðs. Þannig telja menn sig vera að vinna fyrir Guð, en eru í raun heilaþygnir af djöflinu. Þetta er ekki í anda þess sem Kristur kenndi, eins og við lesum í Mattheus 5, 44 og 45, þar sem hann segir: Elskið óvini yðar og biðjið fyrir þeim sem ofsækja yður, svo að þér reynist börn föður yðar á himnum, en lætur sól sína renna upp yfir vonda sem góða og rigna yfir réttláta sem rangláta. Við höfum ekki að taka þátt í því að ýta undir átök á milli þjóða. Það er ekki í anda Krists. Við eigum heldur ekki að horfa til veraldlegs ríkis. Ríki Guðs er ekki af þessum heimi. Við eigum að horfa til Krists og ríki hans. Þessi heimur mun líða undir lok og þar með ríki Ísraels. Við tekum ríki Guðs, þar sem engin átök verða. Þangað til eigum við að elska alla menn, líka múslíma. Fagnaðarerindið á að boða öllum mönnum, ekki með þvingunum eða átökum, heldur með kærleika Krists.